og fara yfir. Svona ég þarf alltaf að sanna, svo margir glæru. Jæja, þakkum Kenny fyrir, það komið að næsta. Áður en við förum þangað þá ætla ég að minna ykkur á, af því að Jónas síðastur hérna í stjórnunarmessunni, að kíkja hérna endilega á morgun. Það margt mjög áhugavert sem í gangi. Ég geti komið með fjölskylduna með ykkur. Ég var svona að hlaupa í gegnum listan yfir það sem í gangi hérna á morgun. Fyrir utan það séu sýningabásar þessara 50 pluss fyrirtækja sem eru hérna frammi. Það allskyns örkynningar í gangi. Það hérna flott prógram á vegum skemu með börn sem eru að kenna okkur fullorðna fólkinu að forrita. Hönnunarkeppni véla og iðnverkfræðinema, hún verður haldin hérna í Hörpunni. Ég held að það sé í fyrsta skipti, það ekki rétt? Það sem hún haldin svona samhliða þessu. Þannig að það bara margt mjög spennandi í gangi hérna. En að næsta fyrirlesara kemur frá gagnavörslunni, Asasso, og starfar það sem framkvæmdastjóri kerfishönnunar. Hellingsreynslu í þessu var meðal annars hjá Microsoft í Danmörku. Þið giskuðu rétt uppáhalds áhugamáli hans, það tónlist. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Jónas, gjörðu svo vel. Takk. Já, komið sæl. Takk. Ég ætla að tala rafræna samskipta vettvang, færri fundi, betra vinnuumhverfi. Þetta mjög svona almennt hérna umfjöldunarefni. Setja þessi gangi hjá mér tíman. Ég var spáð að þetta væri kannski smá líka svona gulrót að segja, já, færri fundi, það væri svona að því að í rauninni það sem ég ætla raunverulega að tala eru kannski hugmyndir. En það svolítið erfitt að segja að fyrirlesturinn fjallar hugmyndir. Og hann hérna, en hugmyndin rauninni, það eru grundvallar hugmyndir og hvernig þær virka til dæmis við að útfæra hluti svo kerfi og líka hvernig maður býr til kerfi og hvernig maður hugsar kerfi. Og sem að mér langar svona að reyna að segja ykkur frá hana á þessum tíma sem ég hef. Það svona frá mig varðar, ég hef alltaf alveg frá því ég fór á fyrsta forritunarnámskeiðið elskað kerfi einhvern veginn. Ég man bara þegar ég las hérna fyrstu forritunarbókina og þetta rak sig einhvern veginn, fyrst var það hérna funksjónir og svo fór maður í klasa og ég var einhvern veginn, ég hef aldrei upplifað þetta áður, svona, vá, þvílík snill, bara hvaða snillingarna úti hugsuðu þetta allt saman, þetta bara, mér fannst þetta svo genialt. Og svo eftir sem ég lengur í bransanum, þá finnst mér alltaf svo skemmtilegra að sjá þessi munstur í hugbúnagerð og þessi stóru pattern. Og svo kannski svona eins og ekta nörd þá hefur svona þessi áhugi minn með aldrinum víkkað, þannig að maður farin mikið meira að horfa á svona stór munstur í stjórnun og alveg út í hérna bara mannlega hegðun og allt það. Og eins og eitt sem að ég tekur stundum sem dæmi, mér finnst þeirra svo mikið að gera sko núna í upplýsingateknikgeiranum sem nýtt, sem bara alveg nýtt, eins og Facebook og þau eru að skala upp í sko fleiri 100 milljón notendur, samtímanotendur. Það bara nokkur ár sem að var pæli hvernig vefsíða geti sko látið hérna 500 manns fá sömu vefsíðuna og nú erum við með kerfi sem geta verið með mörg 100 milljón manns online og hver með sín eigin gagnastreymi í gangi. Og þetta hefur gerst svo hratt og til þess að þetta geti gerst þá þarf fullt af ótrúlega kláru fólki að hugsa upp hvað gerum við. Og ég ætla mér alltaf verið rosalega hrifinn hérna þegar Bandaríkjamenn sendu Neil Armstrong hérna til tunglsins. Sem dæmi að ríkisstjórnin segir bara við ætlum að senda mann til tunglsins og bara allur hérna vísindaheimurinn bara það ekki séns. Við getum ekki einu sinni sendt hund út í geiminn og hérna en þeir gerðu það og í leiðinni, það var eitt sem gerðist, en hvað eru til margar hugmyndir? Það var svo mikið hugsað og hérna, sem að hafa síðan komið út í heiminn, eins og til mis, annað sem að ég tala oft við vini mína sem og ég svolítið erfitt með að útskýra fyrir vini mína sem ekki tölvufólk. Ég alltaf að segja,
internetið mesta snilld mannkyns sögunar frá upphafi. Af því að það hefur aldrei neitt svona gerst. Og ef þið lesið bara gamlan svona spiritualískan texta, þá er alltaf að tala framtíð mannsins, bliss, spiritualist bliss, þegar að maðurinn verður samtengdur. Þannig að eitthvað sem gerist einhvers staðar á hnettinum fer ekki fram hjá neinum öðrum. Og hvað að gerast núna? Það eitthvað óréttlæti einhvers staðar í heiminum og á millisekundum það komið á YouTube og allur heiminn getur séð það. Ég held, maður átti sig að laga hverslega spilting þetta fyrir mannkynið, fyrir samkennd. Og þá komum við að þessu og ég alltaf að segja eins og við þessa vini mína sem ekki tölvumenn, það að vera að tala mál eins og hagkerfi, hagstjórn og þá ég alltaf bara, internetið mesta snilld. Það bara kerfi sem internetið byggir á, sem heitir TCP/IP og það allir jafnir. Það getur enginn hýrt internetið af neinum öðrum. Það enginn kvóti á internetinu sem ættir að selja og búið til eitthvað óréttlæti. Internetið bara einfalt, innan gæslappa, einföld prinsip, allir jafnir. Það getur allir búið til business á internetinu. Þú veit ekki að kaupa kvóta eða gera neitt. En það að sjá fáránlega nýsköpun á internetinu. Og ég alltaf að segja, akkur getur ekki tekið þessa hugmynd og setja hann eitthvað annað. Og af því að það svo gaman að vera í þessu gera að þá tengist við líka því ég að vinna hjá Assas og gagnaverslinni og við erum að vinna í upplýsingastjórnun og svona og þá maður svo mikið að hugsa hvað hefur fólk verið að gera, af hverju eru öll skjalastjórnunar og upplýsingakerfi miðuð til að halda utan skjöl, helst skönnuð skjöl, af hverju þolaði svo illa tölvupósta, það sem eru samtöl og þaðan að síður núverandi Skype og svona. Það allt skortur á hugmyndum, nýjum hugmyndum. Hvað dokument? Mér finnst mjög gaman, ég var að pæla í þessu, ég held að það sé öllum mjög tamt að nota orðið multitasking. Orðið multitasking kom fyrst fram 1966 í hvað var, ég ætla að fara rétt með þetta, 1966 í Datamation tímaritinu. Hvað gerði fólk fyrir 1966? Gerði það bara eitt í einu, allir. Nú þetta eitthvað svona hugtæk sem okkur er tamt að nota og við tölum þetta og svona. Og já, eins og ég var að segja ykkur, í gagnaverslinni, þá erum við að gera skjalastjórnunar og upplýsingakerfi og við erum með 20 starfsmenn á hugbúnaðarsviði, við erum að nýsköpun, við erum að búa til hugbúnað til að halda þannig skjöl. Við fórum strax inn á markaðinn með lausn sem var svona software as a service, hugbúnað sem hún leigir, ekki kaupir, ekki settur upp. Og við fórum strax líka stað með það að reyna að búa til æðislegt teymi og reyna að láta öllum líða vel og búa til bara draga til okkar ótrúlega hæfileikaríkt og skapandi fólk og því myndi líða vel og geti skapað. Og hluta því að vera með hæfileikaríkt og skapandi fólk þarf að gefa því svigrúm til að vinna. Þess vegna höfum við verið með mjög dreifða starfsemi. Við erum með verktaka í Úkraínu og foreldrarnir okkar, þeir elska að fara eitthvað og flytja til útlanda og halda áfram að vinna fyrir okkur svoleiðis. Og það eitthvað sem við höfum viljað vinna með. Þannig að það mjög algengt á fundi hjá okkur, þetta 2013, svona helstu vinnusetur sem voru í umferð, og það mjög algengt á fundi hjá okkur, það séu jafnvel 2-3 staðsetningar í gangi. Eitt foreldrarinn okkar, hún finnst best að vinna í baði heima hjá sér. Og situr oft með tölvuna og við erum búin að biðja að vera ekki með henni í sambandi, bara svona til öryggis, en hann situr með þessi baði kannski og svo einhver í Kív og við í Hafnarfirðinum og svona. Og við höfum verið að vinna með þetta kerfi og svo alltaf líka að vinna með að skoða hvað það sem að virka hjá okkur, hvað ekki að virka. Og í fyrra, eftir að hafa átt mörg samtöl hópinn, þá fengum við mjög skýr skilaboð frá hugbúnaðarhópnum sem var þessi: við erum alltof mikið að kontekstsvitsa, við þurfum að vinna meira asynchronous. Og ég veit ekki hvað sem mörgum hérna inni er tamt að nota þessi hugtök. Þetta ekta svona hugtök úr tölvunafræðinni. Þannig að mér langar í rauninni þessi hugtök kjarninn af því sem ég ætla að tala hérna. Þannig að ef þið farið með eitthvað út af fyrirlistunum, þá getur sagt, þetta var context switching og async. En hvað context switching? Til dæmis, context switching fítus sem gerir tölvum kleift að multitaska. Það fítus í stýrikerfum
sem að lætur tölvuna, hún bara með einn örgjara, þannig að hún bara að gera eitt í einu, en notandinn heldur að sé að gera margt. Þannig að þú kannski með 2-3 brásera að opna og það er YouTube hérna, vídeo að spila hérna og þú ert að skoða tölvupóstiðinn og tilfinning notandans er að þetta er alltaf gerst í einu. En á bakvið tjöldin er tölvan að gefa hverju forriti smá slott. Hún gefur YouTube-vídeónu smá slott, það tala við netið, býður eitthvað, sækir eitthvað og það sem gerist er það að hvert einasta forrit þarf fullt af hlutum, það þarf að vita alls konar hluti til að geta haldið áfram. Þannig að forriti þarf að hlaða upp í minnið á sér, sem kvöldum state, minni. Það þarf að muna, já, ég var að gera þetta, ég var sko þessa síðu, ég var búin að segja þetta, þessi texti ég átti eftir að vinna það nánar og svona. Svo kemur allt í hennu hérna Facebookið og segir, heyrði, nú hérna, hann var að smetla eitthvað á Facebook, ég þarf að birta hérna næstu síðu. Og þá gerir það sem einhvern context switching, að tölvan þarf að taka allt sem hún var að gera hérna, setja það í geymslu til hliðar, finna það sem að Facebooki var að gera, setja það í minnið og örgjörnum fyrir stað og byrjar að vinna því. Svo ef þetta verður mjög mikið, að þá getur hún farið stundum að þurfa, ef það er mikið af gögnum, þá getur hún farið að þurfa að geyma eitthvað af gögnum á diski, það minni dugar ekki lengur, sem gerist rosalega oft, held ég, sem margir þekkja þetta, kannski búin að opna marga brásera í Chrome eða eitthvað og allt í einu er vélinn bara, það gerist ekkert, en það heyrist bara svona hljóð innan á kassanum, maður er bara, hvað er málið? Málið er bara að hún er bara að lesa disknum, setur í minni, og þá strax hún er alltaf búin að lesa fyrir forrit A, þá kemur forrit B og hérna ég vil gera eitthvað og þá þarf að lesa það og tölvan orðið, hún getur ekki gert neitt af því hún er með svo margt í gangi einu, allir tíminn fer ég að skipta þetta state. Það er context switching, mjög rætt. Asynchronous tengist þessu líka. Asynchronous er eiginlega akkurat svolítið eins og örgjörði verður að vinna, því það er bara einn örgjörði. Náttúrulega þannig til núna í nýrri tölvum þá komur svona multicore. Asynchronous þýðir bara að hún verður að gera A og hann getur gert B og hann getur gert C verður hún búin að gera B og hann getur gert D verður hún búin að gera C og svo framvegis. Típiskur vefþjónn til dæmis sem er skrifaður async sem að mjög margir serverar eru skrifað í dag að hann fær fyrirspurn frá netinu, hann fær fyrirspurn á notanda sem segir ég vil skoða eitthvað og prósessin fer og segir við databasein sem er einhver annar vél. Ég er að leita hérna einhverju og gagnagrunninn þarf að fara yfir internetið, eða innranetið í serverherberginu. Gagnagrunninn þarf að fletta upp í einhverju skrám og koma tilbaka með niðurstöður og meðan býður þessi prósess að gera ekki neitt. Og síðan getur hann haldið áfram. Og svona voru allir vefþjónar skrifaði bara þangað til mjög nýlega. En Facebook hefði aldrei getað svarað, við erum með svona mörg 100 miljón samtímanotendur með synchronous vefþjónum. Þannig að asynchronous er svona gömul hugmynd sem er þekkt, en er að verða mjög svona vinsælli núna í vefþjónum. Það er flóknar að forrita asynchronous vefþjónum. Þú ert alltaf að vera að hugsa í asynchronous þjónum þá myndi serverinn kalla gagnagrunninn og segja, kallaði bara í mig, gerð þetta og kallaði bara í mig búinn. Og forritið þarf alltaf að muna eftir því að það getur fullt af hlutum í gangi og það er eitthvað svona, en á sama tíma þá hættir forritið að bíða og getur leyft öðrum að koma af stað. Þannig að hérna er bara eitthvað svona dæmi bara eitthvað svona típist logging library, þetta er bara svona log fetus og það er þetta keyran sync, það er græna hérna og keyran asynchronous, það er þessi blái og hérna uppi er fjöldi samtíma aðgerða. Þannig séu svona asynchronous er bara bylting, er bara allt annað þegar þetta margar hluti í gangi einu. Í þessu samhengi finnst mér gaman að hugsa skólakerfið okkar, að það er mjög synchronous og það er fáralega mikið context switching í því. Ég finnst það að pæli, ef að ég þyrfti bara í einn dag, og ég held ég nánast allir sem ég vinn með í hugbúnaðargerð, þyrfti maður mæti í skóla eða mæti ykkurt á skrifstofu, það sem var einhver einn sem myndi segja, ok, strákar, næsta klukkutíman, allir að forrita nýja fítusinn, svo þetta klukkutíma hringi bjalla og þá, nú ætla allir að fara að gera viðmótið fyrir fítusinn og svo þetta klukkutíma hringi bjalla og þú þetta, fara í töskuna og býtu, hvað var það sem maður vildi fá, jú, það var þetta, og svo klukkutíma setna þá kemur eitthvað annað. Þannig að
þetta eitt af því sem mér finnst vera svolítið sko, vandamál hjá mér og fleirum í dag, að maður þarf eiginlega einhvern veginn að afvenja sig því sem maður lærði í skóla. Og mér finnst eins og í upplýsingatækni iðnaðinum, við erum að reyna að afþjálfa okkur. Og það hefur verið rannsakað og þetta eru til mjög margar greinar gerður þetta, kostnaðinn og kontekst switching í verkefnum, sérstaklega skapandi verkefnum. Og það hvort sem að skrifa kóða, sem forrit, sem texta, það kannast allir við þetta. Þú situr á skrifstofunni allan daginn og gerist ekki neitt. Svo fer maður heim og einhvern veginn á 3 tímum nóttina gerist það. Og það hringir enginn, það gerist ekkert. Allt í einu bara algjör friður og hlutirnir koma á sinn stað. Og hérna sér þið þetta bláa sem sagt framleiðni og rauða bara, sóun. Hvað gerist hjá flestu fólki? Það bara frestunar árdag, maður fer á Facebook og fyrir að hitta sér kaffi og annan kaffi og fæ sér eitthvað að borða, fyrir til bakari. Það það rauða. Þannig að ég sjá sko, og þetta eru raunverulega tölur úr einhverjum rannsóknum og þetta alveg nákvæmlega saman og ég upplifa. Þannig að við fengum þetta því á okkur, við vorum þannig svolítið áður hjá gagnaverslinni, við vorum alltaf, það verður allir að vera inn í öllum ákvörðunum, við þurfum að funda allt, við þurfum að virkja alla sem þáttakendur í ákvörðunartöku, þannig að öllum líði vel að vera með þannig að við heldum mjög marga fundi og vildum allir væri á fundunum, þannig að þeir væri inn í lúpunni og svo fór einhver að skrifa skjal, en skjölin voru aldrei skrifuð, eða svona, veitir hvernig það skrifaði einhver skjal, en það verður reika eftir því og hann búinn að gleyma, helmingnum af því sem kom fram á fundunum þegar hann skrifa skjali og svo framvegis. Og forritandi voru pirraðir, þeir voru bara, ég get mikið forrita, aldrei friði fyrir þessum fundum alltaf. Fundið þið bara hana sem alltaf eitthvað í Babylonsturnunum að biðja nýja fítusa. Við fáum bara friði til þess að vinna hérna niðri og ég skil þá alveg sjúklega vel af því að mér líður nákvæmlega sjálfur þannig þegar maður vill skapa eitthvað. Þannig að við rauninni tókum þessu hugmynd og reyndum að útfæra hana, reyndum að taka hana inn í ferli. Þannig að við segjum, þannig að við reynum að vinna beint í skjölum, eða fundur, þá reynum við að hafa hann við reynum að forðast fundi. Ef það er að taka ákvarðanir, þá erum við kannski bara á netinu, í Google Docs, eitthvað tól, þar sem allir fara inn og við vinnum í skjölunum og reynum að skráa þau jafn óðum, ég sýni ykkur þetta betra eftir. Við notum core data á okkar eigið kerfi, af því við náttúrulega erum að okkur í nota það og þróa það. Við notum Google Docs, við notum GitHub, HipChat notum við mjög mikið. Og við reynum að fanga umræður og smáatriði, bara jöfn óðum í skjölum, þegar verða ákveða eitthvað. Og starfsmenn geta svara fyrirspurnum og fylgst með umræði þegar þeim hentar á spjallgrúppum. Þannig að það aldrei, við reynum að forðast að labba að fólki og það er meira bara að það er spjallgrúppa og þú spyrðir eitthvað þar og svarið arkæfa þannig að einhver annar geti leita og fundi svar þar og svona. Þetta er ekkert eitthvað súper, þetta er samt við reynum að hafa þetta eins lauslega útfært og við getum. Þannig að þetta er ekki nirvana ef einhver, myndi fá það tilfinning. Við erum allan að reyna, og þetta verður betra. Áskorun hérna er, hvernig gerum við þetta? Það er rosa gaman að halda tala þetta, async og lalala en áskorun er náttúrulega eins og með alla góðar hugmyndir, hvernig útfærir hugmyndina og hvað tól notar við. Og eins og segi, við notum core data mjög mikið sem er okkar kerfi, við notum Google Hangout, GitHub, frábært tól og Google Docs og HipChat. Og ég ætla aðeins að fara í gegnum þessi tól, bara til þess að þess að ég segi, ég er að reyna að vinna svolítið bara með þessa einföldu hugmynd sem er ekki svo einföld, sem er að, ég held að þetta sé næsta bylting í því hvernig fólk vinnur og sérstaklega í UT, því líka í upplýsingatækni höfum við líka svo mikið tækifæri til að móta, held ég, hvernig allir muni vinna í framtíðinni. Því mér finnst alltaf, sem er svo gaman að vera tölvunörd, að þú ert alltaf einhvern veginn í vinahórum, þú ert alltaf, já, ég er löngu búin að prófa þetta maður. Þegar allir fara að segja eitthvað, þið búin að prófa þetta Facebook? Eða skilji, það er alltaf búin að vera einhvern veginn í kreðsu þar sem allir voru að leika sig með þetta. Þegar ég var í háskólum, þá var allir að nota svona spjall, MSN eða Messenger, og svo byrjuðu allir að fatta það árið seinna tveimur, þá var maður búin að nota þetta lengi og ég sé það eins og síðust árið tekið eftir í háskólanum eru allir að nota Google Docs og svoleiðis, svo fyrir maður út í fyrirtækin, þá var allir bara þá er enginn eftir að nota Google Docs, það er bara drasl. Og þá veit maður svona einst inni, ég sé að það eru allir í háskólanum og sérstaklega tölvukrakkarnir nota, það á þetta eftir að fara út. Það bara einhvern veginn þannig.
og við sjáum rosalega margar hluti eins og source control management, svona utanumhaldum kóða, check-in, check-out, versioning og svona hluti þar sem að smitast yfir í það hvernig fólk hugsar skjalastjórnun og svoleiðis. Það er svo mikil þróun að því hluti gera svo hratt í hugbúnaðargeiranum og það er svo mikil þróun á hugmyndum, ekki bara útfærslum, en líka hugmyndum, hvernig hugsa ég vandamálin. Og bara dæmið það hvernig við notum Core Data, sem er kerfið okkar. Þá erum við með skjalakerfi og við getum, eins og sem dæmi, við erum með eitthvað feature sem er bara eitthvað extensibility á viðstafinum. Þá erum við með fullt af skjölum, hendum því þarna inn, svo búið til Tusk, heldum við tasklista og svona. Þetta er svona bara eins og típist bara kerfi til að halda utan á svona gögn. Nema hvað við erum síðan líka með activity feed, svo kallar, þannig að við, eins og við heldum svona, fyrir alltaf á Stockseri með hópin okkar, erum þar í 2-3 daga, brainstorma. Og einmitt og reynum að vinna jafnóðum í skjölum og svona. Þannig að allir eru bara með skjölun opin í kerfinu og öllum fundum og eru bara að skrifa og króta og svo verður það allt til hérna í skjölum og svo fylgjum við eftir. Þetta er sem bara svona eins og náttúrulega bara Facebook er náttúrulega bara, við sáum Facebook hugmyndina og maður segir, wow, þetta er geggjuð hugmynd. Þetta væri snill líka í vinnuumhverfi. Að geta verið með svona spjallþræði og activity feed og flow þá hluti sem ég er að hugsa í vinnunni. Þannig að við kannski erum eitthvað svona og svo er ég og Hannes sem eru svona saman mest að ákveða hvaða hlutir eru teknir fyrir og svona. Þannig getum við haldið áfram að brainstorma. Og það helst alltaf á þessum stað. Þannig að næsti sem kemur kannski 2-3 mánuðum seinna og er að setja sig inn í hvað við höfum verið að hugsa, hann fer þarna inn og sér já. Eða næst þegar við höldum offsite, ég tók eftir daginn. Næst þegar við höldum offsite, þá kannski bara fer ég inn í hvort þetta, finn hann að Stockseri, þá finn ég ekki bara skjölin, ég finn skjölin og svona það sem væri til jafnóðum og svo líka spjall sem áttum eftir á það hvað væri sniðugt og hvað væri sniðugt að taka fyrst inn og svona. Google Docs notum við mjög mikið og það sem er aðalatriði við það fyrst mér, það sem er svona killer featuresinn sem fólk sá ekkert strax við Google Docs, það er það sem heitir collaboration, hópvinna inn í skjölum. Eins og við gerum mjög mikið, þetta er svo típisk kröfuskjal hjá okkur. Það er bara fundur og ég er hérna og Alexander sem er hérna aðalforritarinn okkar í Kýf. Við erum að tala saman bara hérna á Google Hangout, en við erum fyrst og fremst að tala saman í gegnum þetta Google Docs skjal. Ég skrifa eitthvað og hérna lítið það gult og hann skrifar eitthvað annað og hann er allt svona sem við erum að samþykja á fundinum. Horfum við á hvern annan skrifa og ég segi já, ég sammála þessu, höldum áfram, tökum næsta spurningu. Þannig að við erum að dokumenta á fundinum jafnóðum og ekki á sama stað. Við erum líka fann að gera þetta oft núna bara á fundum, kannski búið til bara svona teikningu í Google Docs og bara meðan fundurinn þá er bara eitthvað ákvörðin sem stendur framfyrir, teiknum hann upp og veljum eitthvað svar og svona og þá eigum við þetta. Þetta er svona, hvernig getum við verið í hópvinnu og asynchronous, þannig að það eru kannski fullt af strákum í hópnum sem eiga að fara að útfæra hana fítus, þeir voru bara það var bara böggur í viðstafinn sem að þeir sitja fastir í, geti ekki verið á fundinum, en við höldum fundi samt, gerum þetta, eitthvað spjall, heilt chat, þeir geta að fara að skoða þetta og svona. Þannig að þetta er engar nýjar hugmyndir, það þekkir allir, þetta er hugmyndir um að skjala og svona, en það er eiginlega hvergi nýjar hugmyndir. Þetta er eins og að tala áðan flottu fyrirlestur áðan Apple og ég muni þegar iPadinn kom, þegar iPhone kom, þá voru allir, þá enginn eftir, þetta er bara tölva. Það muni eftir þessum röddum. Þetta er bara tölva, þá enginn eftir að nenna þær með tölvu á sér. Og svo bara sló iPhone algjörlega í gegn. Þá komuðu með iPad og þá var nákvæmlega saman. Svo allir, ok, iPhone var kannski í lagi, en þetta er bara tölva. Þetta er bara nákvæmlega eins, nema bara, þetta er eitthvað. En þess að fólk fatta ekki þetta var tölva, en hún var lítil og nett, hún hafði snertiskja, hún hafði einhverja hluti sem að tóku og gerðu þannig að hugmyndin virkaði loksins. Og það er kannski það sem er gert sem ég finn með þessi tól, þessar hugmyndir um að skjala og svona, það er alltaf fann að virka, af því að það þarf ekki einhver maður að setjast niður, heilan dag eftir fundur, hann að muna hvað að tala um á fundinum og svoleiðis. GitHub notum við rosalega mikið, það er ótrúlega flott tól, sérstaklega sem þetta kóða. Við getum margir að vinna saman í einu, þetta er svona típist code review, þannig að þeir sem að forrita þekkja þetta rosalega vel, það er eins og einn forritarinn okkar, vinnur heima í baði, forritarhelling, svo bara býr hann til það sem heitir pull request, það verður til svona pakki sem allir geta séð, hann breytir 6 grám,
þetta græna það sem hann gerði nýtt, þetta rauðu það sem hann tók út og allir aðrir geta svona rétt skimaði gegnum og sagt, já, ég sammála. Og forritarinn í Kýf sem er alltaf svona, fær svona hlut í hausinn ef þeir ekki að virka, hann skimar gegnum þetta allt og segir, strákar, þetta algjört rugl, gera þetta öðruvísi. En þeir eru alltaf tíma, þeir þurfa ekki að vera saman fundinum eða háðið ykkur öðrum, af því að GitHub er tól sem gerir þeim kleift að kasta svo milli sín. HipChat er einmitt, hver manni getur yrk, mun undir yrk hérna. Það var allir eitthvað Múni, Dúni, það hét engin sínu nafni. Ég er til dæmis fastur með eitthvað, ég er NASA Hitchi á Gmail, af því ég fór svo snemma inn í Gmail að það var svo hallærislegt að vera með sínu nafni. Það voru allir eitthvað, ég meina, ein vinkona mín var með Wits for you. Hún sá svolítið mikið eftir því. En þetta var svona fólk að með sko nöfna á yrkinu og svona og hérna spjallherbeggi. Svo fórum við að leita daginn einhverjum samskiptatóli, fundum þetta hérna HipChat. Það er briljant. Bara hrikalega einfalt. Þetta er bara spjallherbergi. Nei, þetta er svona software service. Þú bara kaupir áskrift að þessu og færi þetta tól og ég er að auglýsa þessi tól náttúrulega. Þetta er ekki við, ég er bara að auglýsa eitthvað annað. Þetta er bara dæmi. Þú veist, og það er bara spjallherbergi og fullt af spjallherbergjum og málega við kaupum þessa þjónustu þannig að við höldum þetta notuðina sjálfir og það er arkaf, þannig að ég get leitað í öllum samtölum. Og við erum bara með herbyggi fyrir allt, við erum með herbyggi fyrir, þú veist, reksturinn og við erum með herbyggi og svo er API á þessu. Þannig að það er mjög auðvelt að samtækta þetta. Strákarnir okkar elskar til þess að skrifa svona bótt inn í þetta. Þannig að maður getur, þú veist, það er þetta farin inn og segja, þú veist, hvað er maður notur online hjá viðskiptavinni X? Þá gefum bara, viðskiptavinni X núna, 3 notur online, svoleiðis. Það er herbyggi sem heitir GitHub, allt sem gerist á GitHub kemur sjálfkrafa inn í HipChatið. Og við erum að vinna því að samþætta þetta meira. En allar, eða kemur villa hjá viðskiptavinn eða einhver aðgerð hjá viðskiptavinn, takir lengri tíma en við settum okkur við, þá viljum við það koma bara inn í HipChatið. Og þá er bara ráð sem heitir bara eitthvað, þú veist, hérna, vesinn og maður getur fylgst með því. Hérna er dæmi sko GitHub herbyggið. Þannig að það verður mikið með, þetta verður svona samskipta hub. Og að því að það er API og öllum þessum tólum, sem er forrit og skil, þá er það vilt að samþætta þau og láta þau virka saman. Þannig að, eins og segi, það myndast svona púls með þessu. Þannig að við reynum að velja bara tól sem hafa sveigjanleika, þannig að við tengtum saman með svona API. Já, ég held ég sé búin að segja frá öllu sko. Það er mjög skemmtileg fítur sem við erum með í hérna HipChat, minnst þú getur sagt svona látið hann að setja yfirvaraskegg á einhvern, þú veist sagt mynda starfsmanni og þá setur hérna búttinn yfirvaraskegg á hann. Og það er svo gaman þegar að tólin eru svona hérna opin, þá opnast svo einhvern veginn fyrir sköpunarkraft hérna þeirra sem út að vinna með og það finnst mér vera svona lykillinn í þarna í upplýsingatækni iðnaðinum að þetta er rauninni, finnst mér, iðnað framtíðarinnar að því leiti, ekkert eitthvað svona háleitt eitthvað, en þarna erum við að móta held ég hvernig fólk vinnir í framtíðinni og lykillinn að hvernig fólk vinnir í framtíðinni held ég það er að hafa gaman að sem þetta gera og fá að skapa og allir fá að skapa og svona sem minnst vesinn sem þú trúir ekki á og það er þú veist, sérstaklega þessu með forritara og það er svo gaman, þetta er mjög mikið fólk sem er svona svona með sterka tilfinningu fyrir sínu sjálfstæði og svona, ég nenni ekkert ykkur vesinni, ég vil bara forrita og skapa og kannski áskoranir síðan hvernig getum við, þú veist, sett það inn í einhvern farveg og búið til lausnir sem hafa mikil gæði og svoleiðis. En það finnst mér aldrei vandamál, þú veist. Það er aldrei vandamál að fá menn til að gera hlutina vel ef þeir fá gott feedback og svoleiðis. Þannig að munið þessar myndina, Electric Dreams. Ég var einmitt að rifja hana upp. Það er sjúklega fyndið að horfa á hana í dag. Það er eitthvað svona tölva sem að hann verið skotin í og þetta er alveg æðislegt sko. Að hérna svona hugmyndi fólks gervigreind framtíðarinnar. Maður er skotin í svona grárri PC-tölvu. En hana, bara til að taka þetta saman, að þá er alveg klárlega aukin krafa, þú veist, að vera ekki bundin sömu skrifstofuna, ekki saman tíma. Fólk vil auki frelsi til að vinna eins og því hendar. Og eins og við höfum verið að upplifa, eins og allmest Úkraínuhópurinn okkur, þeir fóru bara sumari fóru þeir til Serbíu, voru þar á einhverju eyju í 2 mánuði
skipti engu máli af því að það var bara ekki sem þeim fannst æðislegt og gott að verði í einhverju sól og blíðu með fjölskylduna sínar og tæknin gerur okkur þetta kleift en það gerir þetta verkum að við þurfum að hugsa sem erum stjórnarverkefnum og haldur þetta er ég búið með tíman? Nei, ok, flott sem erum stjórnarverkefnum og við sem búum til vinnu umhverfið við þurfum að hugsa svona og við þurfum líka að vera tilbúin til að mæta þessu ekki bara að segja, nei hérna ætlum við bara að vera professionals það verður bara allir að nota þetta tól hérna eða þú veist, við þekkjum þetta alveg líka og það er þessi gullni miðalvegur þarna og ég held að lykilatriði þarna er meira async hlutir sem minna býð til hver öðrum menn sem minna fastir í einhverjum hópfundum og svona og minna context switching þannig að foreldarar og þeir sem eru í sköpunarvinnu þurfi sjaldnar og sjaldnar að skipta fókus og að lokum það sem ég er svo samfærum hérna að við möttum sjá meirum það er svona góðar hugmyndir úr hugbúnagerð það er eiga eftir sína að rúlla áfram yfir í aðra geira eins og við erum alltaf að sjá betur og betur hvernig tól sem verða til við hugbúnaþróun út í bransanum rúlla síðan hægt og rólega inn í aðra geira og hafa áhrif á hvernig fólk vinnur. Einhverjar spurningar? Nei, það sem er gott við þetta, já, einmitt. Þetta var mjög góð spurning, þetta sem að mjög margir velta fyrir sér. Það er, hvað ef ég veðja fullt af svona online tólum og festist þá inn í þeim, sem er mjög eðlilegt að hugsa þannig. En málið er að í dag eru eiginlega öll svona kerfi með það sem við köllum API, þau eru með svona Application Programming Interface, þannig að það er þetta forrita skil á móti. Þannig að eins og öll þessi tól sem við erum að nota, þau hafa forrita skil. Og svo sér maður mjög mikið núna að svona, og að þetta hafa forrita skil. Ég þekki mjög vel eins og úr þeim bransa sem við erum í að svona kerfi sem menn kaupa geislavirkni setja upp hjá sér, þau hafa sjaldnast forrita skil. Og það er mjög mikið mál að skipta kerfi. Af því að þú sá sem að samkeppnisaðilinn hann þarf í rauninni að svona reverse engineera bara eitthvað, af því að hann fær enga hjálp náttúrulega frá hinum. En í þessum heimi þá náttúrulega eru skil á hugbúnaðinum og yfirleitt maður sér eins og með GitHub, það eru fjölmargir samkeppnisaðilar við GitHub og þeir hafa flestir útfært, import from GitHub. Að þeir náttúrulega fara í samkeppni og bara útfæra feature sem import from GitHub inn í hittkerfið. Og það er engin geimvísindi af því að það er bara vel dokumenteraðir skil. Já, spurningi var með Google Docs, hvað með lögsögu yfir gögnunum og þeir geta ákveðið að slökkva á skjölunum, eða slökkva á þjónustunum. Þetta er náttúrulega, þetta er líka mjög, þetta er akkurat, eitthvað sem er mjög eðlilegt að hugsa Þetta er svona spurning, þetta var, þegar við vorum að byrja 2008-2009, þá fann maður rosalega fyrir þessu á markanum, það var rosalega mikil tregða fyrir því að treysta. Í dag er það orðið eðlilegra. Við sjáum ótrúlega mörg startup eins og Dropbox. Dropbox keyra allt á Amazon. Þeir byggja á Amazon. Þannig að það er risastórt startup með fullt af fjármagn á bak við sig, öðrum vexti með bara algjört dependency. Ef Amazon lokar, þá er Dropbox í mjög vondum málum. Og þetta er kannski bara hlutið með það því að maður tekur afstöðu. Maður segir kannski, ég veðja á það að Google Docs verði á netinu og að því við erum líka að borga fyrir þessa þjónustu og svoleiðis. Við sem erum ekki að nota frí útgáfuna og svoleiðis. Og þá náttúrulega að minnstakosti, ef að svo ótrúlega vildi til að Google Docs myndi loka, þá mun það, þá ber þeim krafa til að gera það með fyrirvara og þá eru forritaskil á öllu og auðvelt að hlaða niður.
En svo líka eitt enn hérna, við erum líka að vinna því að til dæmis taka gögnin úr Google Docs yfir í core data hjá okkur. Það er fítur sem við viljum gera. Þá notum við Google Docs sem er rauninni bara eins og ritisluforrit og tökum það svo inn í skjalastýringarkerfið. Já, þú ert að benda á það eru til lausnir eins og Asana. Já, einmitt, það eru til lausnir, einmitt. Það eru til, sem er bara tilbúni pakkar, það sem er mjög margt af þessu. Þetta er náttúrulega rosalega vaxandi, maður sér þetta er mjög vaxandi núna, bara eins og síðustu ár. Þetta er svo ótrúlega eins og hérna 2009 við fara af stað, þá var bara meira áttu vesinn að finna einhvern hugbúna til að reka eigið cloud. Nú bara hvert hann er risa startupið á fætur öðru með mjög mikið fjármagn á baka sig að bara með það eina business case að þjónusta OpenStack til dæmis sem er open source private cloud. Mjög mörg startup á þessu sviði þannig að þetta er greinilega eitthvað sem er mjög vaxandi. Takk. Herðu, bara til að rétt loka þessu, þá langar mig að þakka ykkur fyrir. Þessari messu er lokið að önnur tekur við. Mér langar líka að þakka undirbúningsnefndinni að ÖTI-messunni fyrir þeirra framlag. Og mér langar að óska ykkur góðra skemmtunar í dag og endilega noti öll tækifæri til að byggja ný tengsl. Það snýst þetta. Góða skemmtun. Já, ég fyrir þetta. Þetta er skemmtilegt. Já, takk. He said